Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, sagði á Alþingi í dag að hún vonaðist til að atkvæðagreiðsla ESB yrði með þeim hætti að þessi ríkisstjórn sitji áfram eins og hún orðaði það. Þessi orð eru túlkuð þannig að verði ekki samþykkt að fara strax í aðildarviðræður við Evrópusambandið muni slitna upp úr samstarfi Samfylkingar og Vinstri grænna. Það ekki ljóst hvernig atkvæði þingmanna muni falla í þessu máli. Sumir þingmenn vilja að þjóðin skeri úr hvort farið verði í aðildarviðræður, en aðrir vilja fara strax í viðræður við Evrópusambandið. Við ætlum að ræða þetta við þau Illuga Gunnarsson frá Sjálfstæðisflokki, Helga Hjörvar frá Samfylkingu, Margréti Tryggvadóttur frá Borgarahreyfingunni, Sif Friðleifsdóttur úr Framsóknarflokknum og Ásmund Einar Daðason frá Vinstri grænum og Sigmar tekur nú við. Verið velkomin. Takk fyrir það. Við skulum kannski byrja á þér, Helgi, og ég ætla að herma upp á þig þessi orð Jóhönnu í þinginu í dag. Það var nú margir talað það að þetta sé ykkur svo mikið hjartansmál Samfylkingarfólki að ef að verði eitthvað bakslag í ferlinu að þá getið þið ekki sitið í ríkisstjórn með VG. Og að skilja orð Jóhönnu þannig að samstarfið sé fyrir bí ef að þetta gengur ekki eftir eins og þið vitið. Það sé nú oftúlkun. Ég menn ég bara að heyra það sem forsætisráðherra sagði. Forsætisráðherra sagði að ef að svo færi, og nú ég alls ekki að gefa mér það, að þá yrðu menn bara að setjast niður og fara yfir þá stöðu. Ég held að það sé nú bara svona ósköp eðlilegt eins og í pólitíkinni. Við erum alltaf að verða fyrir þessum hvað ef spurningum og það eru nú ekki uppáhald spurningarnar okkar í svo vist. En hún sagði sko við skulum vona að atkvæðagreiðslan verði með þeim hætti að þessi stjórn sitji áfram. Það þýðir að ef atkvæðagreiðslan fer með einhverju tilteknum hætti þá situr stjórnin ekki áfram. Áður var hún búin að lýsa því að ef atkvæðagreiðslan færi með tilteknum hætti þá þyrftu stjórnarflokkarnir að setjast niður og fara yfir þá stöðu og auðvitað það þannig að ef niðurstaðan yrði sú að við værum ekki að fara inn með aðildarumsókn núna fyrir utanríkisráðherrafundinn 27. júlí þá önnur staða í samstarfinu og þá þurfa formenn flokkana væntanlega að setjast niður og ræða þá stöðu og hvernig þeir ætla að vinna úr henni og hvernig hægt að vinna úr henni. Ég held að hún sé bara að lýsa veruleikanum eins og allir vita að hann bara heiðarleg eins og hennar von að vísa. Þannig að þið miðið við hvað, 22. júlí? 27. júlí hafum við talið vera mjög mikilvægt að koma umsókninni inn á ráðherrafund vegna þess að Svíarnir eru með formennsku í Evrópusambandinu til áramóta og þeir geta þá unnið áætlun aðildarviðræður, lagt hana fram og fengið hana samþykkta í desember áður heldur en að þeir láta formennsku og Spánverjar taka við og við höfum talið það vera mjög mikilvægt að ná þessu fyrir þann tíma þannig að þetta geti gengið sem greiðlegast og verið við fengið þá athygli sem að við teljum að okkar mál þurfi á að halda við núverandi aðstæður. Tvöföld atkvæðagreiðsla myndi rústa þessu ekki? Jú, það ljóst að tíminn sem að færi í það að halda þjóðaratkvæðagreiðslu hvort það eigi að halda þjóðaratkvæðagreiðslu, það myndi gera það að verkum að við myndum þurfa að fara að tala við Spánverja eða jafnvel fara enn seinna í þetta. Og þá var komin upp ný staða í stjórnarsamstarfinu. Hvernig túlkar þú þessi orðul? Finnst þér eins og sé verið að stilla ykkur svolítið hressilega upp í vegg? Sko ég held að sé mjög mikilvægt til við ræðum þetta. Það að byrja bara einfallega fyrir kosningar. Það sem að lá fyrir eftir kosningar að þessi tveir flokkar, að það væru líklega engir flokkar sem að voru á þingi eða í þessum kosningum sem að jafn mikið bil þyrfti að brúa þarna á milli. Og alveg ljóst að Vinstrihreyfingin grænt framboð hefur talið Íslandi best borgið utan Evrópusambandsins. Og við myndun þessara ríkisstjórnar að þá var þetta eitt af þeim málum sem tók hvað lengstan tíma að ræða af því að það láljóst fyrir að milli flokkana væri mikill ágreiningur. Niðurstaðan varð síðan svo að Vinstrihreyfingin grænt framboð myndi tryggja þetta mál inn í þingið og að þar myndi þetta bara hljóta lýðræðislegum umfjöllun og þinglega meðferð og þingið myndi síðan skera úr í þessu máli og hver þingmaður einfaldlega bundinn sinni sannfæringu í þinginu og ég get alveg sagt það hér að það hafi ekki verið reyndar neinar handauppréttingar eða hausatalningar innan Vinstri grænna og hver fylgir bara einfaldlega sinni sannfæringu og máli verður bara ráðast í þinginu. Það alveg klárt mál að það ekki Vinstri grænir sem að leggja þennan ofur áherslu og þennan hraða í þessu máli. En hvernig líst þér á þessi orð, bæði hjá Jóni í þinginu og það sem Helgi Hjörvar að segja, þannig komið nokkuð strangur tímarammi, það verið að tala jafnvel tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þú ert hlynntur, má ekki alveg túlka þetta sem svo að ef að Samfylkingin nær sínum fram að þá eru þið algjörlega undir í málinu? Málið einfaldlega það, nú kemur málið fyrir þingið og þar held ég að menn hljóta að taka það framar þessu, menn hljóta að taka eigin samfæringu í þessu framar því að stefna hugmyndir Samfylkingarnar í þessu máli sé að sækja fyrir 27. júlí. En málið að þetta inn í þinginu og það hlýtur þinglega meðferð þar og það kemur síðan í ljós í atkvæðagreiðslu hvort að tvöföld þjóðaratkvæðagreiðsla verður orðin á, hvort að þessu máli verður hafnað eða hvort það fer í gegn. Þannig að svona málið vaxið. Hvað segir þið hinn?
Hvernig metið þið stjórnarsamstarfið í ljósi alls þess Illugi, við byrjum á þér? Já, ég veit ekki hvað að segja. Ég tel mjög mikilvægt fyrir Ísland að það sé hér styrk og góð ríkisstjórn. Þannig að ég hef áhyggjur af því þegar ég sé það að það svona þetta miklir erfiðleikar á stjórnarheimilinu. Það svo augljóst að þessi ríkisstjórn klofin niður í rót í þessu máli. Það eru líka miklir erfiðleikar í Icesave-málinu augljóslega. Það hafa verið erfiðleikar í kringum orkunýtingarmálin og svo framvegis. Og þetta þetta bagalegt. Við höfum lagt til ákveðnar tillögur sem að við höfum talið hvað varðar ESB-málið til þess fallnar að ná fram pólitískri sátt, ekki bara á milli flokkana, heldur að þjóðin komið að málinu með þessum hætti, að við tökum bara sameiginlega ákvörðun það hvort við má fara á stað í þessa vegferð eða ekki. Það hefur verið okkar upplegg og við höfum líka sagt það að við höfum haft miklar athugasemdir með það að samkvæmt því sem upp lagt með hálfu ríkisstjórnarinnar, þá ekki gert ráð fyrir því að þjóðin eigi síðasta orðið í málinu, það ekki fortakslaust. Að hún ekki bindandi. Að hún ekki bindandi og getur ekki orðið bindandi nema að stjórnarskránni verði breytt. Þannig að það kann alveg að koma upp svo stað að það verið þingið sem eigi síðasta orðið í þessu máli. Þannig að við höfum sagt það tækifæri núna og það tækifæri hérna næstu sólarhringana að ná breiðri, góðri samstöðu um þetta mál, fara með það með þeim hættinum að þessi sátt það. Og þá held ég að sú vegferð verði öll miklu betri. En því miður þá sýnist mér það að það mun ekki ganga og ég verð að segja svo að mér finnst þó ég skilji vel það sem að Samfylkingin að segja að þeir vilja endilega ná þessu inn hjá Svíunum. Ég skil vel hvað þau að fara. En ég held að það sé bara ekki nægjanlega mikil og sterkur rök þegar á móti vegið síðan sá möguleiki sem við höfum til að ná miklu breiðari sátt í samfélaginu þetta. Mér finnst það vera bara miklu þyngra heldur en 27. júlí eða einhver aðra slíka dagsetningar. Höldum áfram með þetta, hvernig leggst þú í samskipti stjórnarflokkana þar sem við séum núna síðustu daga? Þetta náttúrulega kemur ekkert óvart, þetta vissum við fyrir kosningar að þessir tveir flokkar eru ekkert sammála þetta. Ég lít svo á að við séum að lifa alveg á ótrúlega sérstökum tímum og mér finnst þetta mál ekki að vera flokkspólitískt vegna þess að, og ég hugsa það sé það ekki í neinum flokki nema Samfylkingunni. Þetta mjög sérstakt og þetta sker alla flokka að einhverju leyti. Við höfum sagt að bara þjóðinni að ráða þessu og það eru þetta tvær leiðir að því, annars vegar að vera með þessa tvöföldu þjóðaratkvæðagreiðslu eða bara kjósa samninginn þegar hann liggur fyrir og ég hallast nú því sjálfa að svo leið sé betri. En sko á svona sérstökum tímum þá þurfum við í raun að koma bara upp stjórn í landinu þar sem allir geta komið að borðinu saman. Þannig að þessi ríkisstjórn má fara mín vegna en hún má líka kannski sitja aðeins lengur. En ég meina við vitum það alveg, hún ræður ekkert við og þannig að hún mun fara að lokum. Þetta bara spurning hvenær við komum á þjóðstjórn eða einhverju neðarstjórn. Þetta endar í því. Ég held að Margrét komi hér að ágæta atriði og ég held að það skýra eins og leyti hvað það hefur verið góður friður þetta mál og í raun og veru litlar deilur þetta gríðarlega stóra mál meðan það búið að vera í umfjöllun í þinginu. Það? Er hægt að túlka það þannig? Ég finnst nú ekki endilega fólki þannig. Nei, ég held ekki, fólk hefur áhyggjur af ýmsu í samfélaginu en ég held að þetta sé ekkert endilega efst á þeim lista og ég held að eina af ástæðunum fyrir því sé svo að bæði fylgismenn aðildar að Evrópusambandinu og eins andstæðingar, til dæmis margir vina mína í Vinstri-hreyfingunni grænu framboði séu því fegnir að það sé verið að koma þessu máli í lýðræðislegan farveg, setja það í ferli sem að lyktar með því að þjóðin bara afgreiðir af eða á hvort að við erum að fara í þessa vegferð eða hvort að við erum ekki að fara hana og við sem að hér sitjum við þetta borð og þurfum að fást við þau verkefni sem eru á borðinu hjá okkur á hverjum degi, skuldavanda heimilana, bankana, atvinnulífið og svo framvegis. Við getum einbeitt okkur að þeim verkefnum en þetta stóra gamla deilumáli í öllum öðrum flokkum en Samfylkingunni, það bara sett í þennan farveg og það verða því allir fegnir held ég. Já, svo er náttúrulega ekki allir sammála hvaða farveg þetta fer í. Ég meina, hvernig leist þú í umræðinni eins og hún búin að vera og þú heyrir að þeir tala hérna í austur og vestur? Já, sko, Helgi og Ásmundur? Það kannski helsti veikleikinn í málinu, það hvað ríkisstjórnin ósamstæð. Og þessi yfirlýsing sem kom frá Jóhönnu Sigurðardóttur í dag, hún var mjög glannaleg og hún var mjög ómakleg til samstarfsflokksins, til Vinstri grænna. Þannig að þetta var mjög furðulega framgengið að hennar hálfu og það ekki hægt að túlka hennar orð með nokkrum hættu öðruvísi en þannig að ef atkvæðagreiðslan fer ekki eins og Jóhanna vonast til, að þá sé bara úti þetta stjórnarsamstarf.
og mér finnst hún stilla Vinstri grænum allt of mikið fyrir vegg, menn vita að þetta erfitt mál fyrir þá og menn þurfi ekki á þessu að halda í þessu stjórnarsamstarfi. En nú ætla ég ekki að vera að leiðbeina þeim neitt með þetta stjórnarsamstarf. Já, þetta var ókeypis ráðgjöf til Jóhönnu Sigurðardóttur. En þetta var mjög óheppilegt og þetta líka óþægilegt fyrir okkur sem erum í stjórnarandstöðunni og teljum að það eigi að fara í aðildarviðræður með ákveðnum megin skilyrðum og hafa ákveðna megin hagsmuna leiðarljósi í þeim. Þegar hún segir ef atkvæðagreiðslan fer þannig að það verði ekki aðildarumsókn þá ríkisstjórnin fallin. Hún eiginlega að segja það. En þessi yfirlýsing hennar mun nú ekki hafa áhrif á mig. Ég ætla að greiða atkvæði eftir því sem ég tel vera skynsamlegast og ég mun greiða atkvæði með þessari aðildarumsókn á grundvelli þeirra skilyrða og sjónarmiða sem eru sett fram í áliti meirihluta utanríkisnefndar sem eru í Flokksfélagarnir anda. margir eru ekki sammálaðir í því. Nei, eins og hér hefur komið fram hjá Margréti að þá eru flokkarnir meira minna klofnir í þessu máli en framsóknarmenn ályktu á sínu flokksþingi að fara í aðildarviðræður með ákveðin skilyrði að leiðarljósi og að leggja ákveðin megin markmið til grundvallar því umboði sem að samninganefndin fengi. Og það er mitt mat að álit meirihluta utanríkisnefndar uppfylli þau sjónarmið sem að við settum fram í okkar flokkssamþykkt og reyndar er meira í niðurstöðu meirihlutans í utanríkisnefnd heldur en flokkssamþykkt okkar kveður á og ósköp eðlilegt því að þarna er búið að sitja yfir þessu máli lengi í utanríkisnefnd og reynda búið að halda mjög farsælega á málinu í þinginu, í nefndina mínu mati. Þannig mun ég greiða atkvæði og ég mun heldur ekki styðja tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu til að það sé óþarfi og við vorum á þeirri skoðun í Framsóknarflokknum. Við ályktum ekki þannig á okkar flokksþingi að það gerði hins vegar sjálfstæðismenn. Þeir hafa stutt það. Við ætlum að fara yfir tvöfaldu þjóðaratkvæðagreiðsluna sérstaklega hérna rétt og eftir og líka síðan hvort að atkvæðagreiðslan eigi að vera bindandi eða ekki. En áður en að það þá langar mér svolítið að spyrja þig það sem að gerðist fyrir helgi og það eiginlega ekki þetta að skilja þá aðferðu allavega við aðeins sletta sem svo að þér hafi einhvern veginn verið stilt upp í vegg og þér hafi verið hótað, þú megir ekki flytja tillögu með minnihlutanum, þá er stjórninni slitið, það minnstu kosti þér borist til eyrna. Getur ekki upplýst okkur það hver það var sem að talaði við þig með þeim hætti? Var það þinn formaður, var það úr Samfylkingunni? Hvaðan kom þetta? Sko, ég held að sé aðalatriði í þessu, það skiptir kannski ekki máli hvaða boðleiðir þarna voru eða hvaða leið þetta kom. Aðalatriði er það að ég hafði átt rætt við því að þegar þetta kemur inn í þingið og kemur með þessum hætti inn í þingið og það er fyrirvari við þetta í stjórnarsamstarfinu, það lá ljóst fyrir að þessi stjórnarsáttmáli hefði ekki orðið og þessi ríkisstjórn hefði ekki orðið nema að þingmenn hefðu geta haft möguleikann á því að fylgja sinni samfæringu í einu og öllu. Það eina sem var tryggt að máli kæmi inn fyrir veggi þingsins og þegar það er komið þar inn að þá einfallega hófst ég handa því að persónulega er ég mótfallinn því að Ísland sækjum aðild að Evrópusambandinu. En ég hef alltaf talið að þessi tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðsla, hún gæti verið svona einhvers konar lending í málinu. Og það sem að ég gerði einfallega, ég hófst handa við að ræða við þá aðila sem voru á sambærilegri skoðun og ég. Og það skiptir engu hvar þeir voru í flokkum. Því að þetta mál er þetta mál er þannig vaxin að það skiptir engu í hvað flokkum menn eru og ég ræddi við framsóknarmenn, einstaka þingmenn í sjálfstæðisflokknum, einstaka þingmenn í borgarahreyfingunni og auk þess sem eru þingmenn innan míns flokks sem styðja þetta og hafði því forgöngu að þessi þingmenn myndu taka sig saman þessa tillögu og hún var tilbúin og síðan berst mér þetta til eyrna og þá tek ég ákvörðun að draga mitt nafn út af þessari tillögu en fannst rétt og bara fannst rétt að upplýsa nákvæmlega hvernig á hvaða ástæðu það var. Já. En viltu ekki segja okkur að því að ég hugsa að kjósendum þínum og mörgum öðrum finnst að skipta miklu máli hverjar boðleiðinu voru, hver það var sem að talaði með þessum hætti við þig? Það sem ég hef sagt í þessu efni er að Vinstrihreyfingin grænt framboð lítur ekki svo á að þó að þetta mál falli í þinginu þá sé stjórnin sprungin og það er algjörlega rangt sem haldið hefur verið fram hér að stjórnin standi og falli með þessari tillögu. Það lá fyrir þegar hún fór inn í þingið þá var ekki meirihluti fyrir henni innan stjórnarflokkana og það skiptir ekki höfuðmáli hvaða boðleiðir þetta kom, en ég vil bara ítreka það að ég sagði á það. Þú vilt ekkert segja okkur þess að bara ítreka það sem þú ætlar ekki að segja okkur hver að var sem að... Ég vil bara ítreka það sem ég sagði á þann að það er ekki Vinstrihreyfingin grænt framboð sem að vill fara þessu flýti hraða inn í þetta mál og þar að leiðandi held ég að þú getur nokkuð sagt þér þetta sjálf. Þannig að það var einhver úr Samfylkingunni sem að talaði við þig með þessum hætti. Viltu segja okkur hver?
Ég bara segi það sem ég sagði á það, að málið svona vaxið. Við skulum þá ekkert vera þjarkum það lengur. Ég held ekki að Ásmundur sé að segja að einhver úr Samfylkingunni hafi sagt honum þetta. Okkur hefur auðvitað verið ljóst frá upphafi að þeir tækju afstöðu út frá sinni sannfæringu þingmenn Vinstri grænna. 5 þeirra hafa séð ástæðu til þess að gefa út sérstaklega opinbera yfirlýsingu að þeir geri það í þessu tiltekna máli og bara engar athugasemdir gerðar við það af okkar hálfu. Þetta með sannfæringu og tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu held ég að snúi nú hins vegar dálítið meira að vinum mínum í Sjálfstæðisflokknum og svo Framsóknarmönnum vegna þess að auðvitað sá tillöguflutningu bara svona pólitísk brella. Ég meina það hefur ekki verið skoðun illuga til að mynda að það eigi að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu þjóðaratkvæðagreiðslu. Sjálfstæðismenn hafa nú yfirleitt talið að kjörnir fulltrúar hafi umboð til þess að taka ákvarðanir að ganga til aðildarviðræðna eins og formaður flokksins kynnti í grein sem að skrifaði í illuga núna í nóvember. Framsóknarmenn höfðu horfið frá því að tvöföld þjóðaratkvæðagreiðsla væri farsæl og þess vegna tillöguflutningur af þeirra hálfu það. Hann á ekkert skylt við sannfæringu, hann á bara skylt við pólitíska brellu það að reyna að klekkja á stjórnarsamstarfi. Já, óháð því hvað menn sögðu áður, hvað svona vont við að kjósa hreinlega það og gefa ríkisstjórninni með því ef að slík tillaga yrði samþykkt, eða samþykkt að fara í aðildarviðræður, skýrt umboð til þess að ganga til viðræðanna og í raun og veru leggja þá skyldu á herðar ríkisstjórninni að klára þær viðræður. Í fyrsta lagi liggur fyrir að það er ríkur vilji hjá meirihluta þjóðarinnar fyrir því að fara í aðildarviðræður. Það hefur margoft komið fram í könnunum. Í öðru lagi þá er það vonda við slíka atkvæðagreiðslu. Borgarahreyfingin hefur haldið dálítið vel til haga því hvað þarf að vera í þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að hún sé gagnleg. Þar þurfa að vera góðar upplýsingar sem að byggt á. Þess vegna tókum við inn í tillögu okkar á milli umræðuna frá borgararhreyfingunni lýðræðisstofnun sem að muni halda utanum hlutlausa upplýsingagjöf og framkvæmd kosningarinnar. Og það er gallinn við þjóðaratkvæðagreiðslu þjóðaratkvæðagreiðslu að þá verðum við í þessari fyrri þjóðaratkvæðagreiðslu að rífast hvað náist samningar og það mun bara standa orð gegn orði og það mun enginn vita hvað er rétt og hvað er rangt og það er ekki deilur sem að íslenska þjóðin þarf á að halda haustið 2009. Við þurfum að koma þessu máli í þennan farveg og síðan þurfum við að fara að vinna að því að leysa úr verkefnunum hér innanlands. Hver er rökin fyrir því að fara þessa leið, tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu? Já, bara fyrst með þetta með þessar upplýstu ákvarðanir. Og það er ekkert öðruvísi fyrir þjóðina heldur en fyrir okkar þingmenn að taka upplýsta ákvörðun í þessu máli. Og þegar maður skoða til dæmis skoðanakannanir, þá sjá menn að það er töluvert fleiri sem að segja við viljum sækja aðild, heldur en þeir sem segja við viljum fara inn í ESB. Hvað segir það okkur? Það segir okkur að þjóðin gerir alveg skýran greinarmun á þessu tvennu. Og auðvitað fólk skilur þetta alveg nákvæmlega. Og ég er eiginlega hissa á því að heyra það að þetta sé einhvern veginn þannig mál að þjóðin get ekki tekið afstöðu til þess með vitrænum hætti. Síðan hvað hitt varðar, hversuna ég styð þessa tillögu, ég ætla bara að taka eitt dæmi, hversuna ég held að þetta sé svo vond vegferð sem er að leggja upp með út af því hvernig ríkisstjórnin er. Og ég verði að játa það, ég hef ekki séð það fyrir mér að kæmi hérna ríkisstjórn til valdarindar sem ákveða að fara inn í ESB, fari að sækja ESB og væri alveg klofin í málunum. Ég bara sá það bara ekkert fyrir. En það kom fram í þinginu núna daginn hjá fjármálaráðherranum þegar hann var spurður það mál að hann segir þar, já það er nauðsynlegt að fara af stað fyrst að semja sjávarútvegsmálin og landbúnaðinn vegna þess og það sem hann segir og þetta skiptir máli að ef það kemur nú í ljós að við erum ekki að fara að ná nægilega hagstæðum samningum þá höldum við ekki þetta áfram með samningaferli þá bara hættum við og það er akkurat þetta sem er svo hættulegt að við erum hérna með ríkisstjórn þar sem að þessi helmingurinn af henni segir heyrðu það er eiginlega ég bara vil ekki fara inn þannig að allt að mat á því hvað er góður samningur hvað er ekki það verður neikvæð svo hinum megin er flokkur sem að segja við verðum að fara inn annars verðum við hungurmorða eða hvað nú er hérna á Íslandi og þá segi ég gott og vel það er miklu affarasælla fyrir þjóðina að við felum almenningi og þjóðin í landinu og segja við ætlum að fara af stað eða ekki og ef að þjóðin segir við ætlum að fara af stað þá þannig að stjórnmálamönnunum sé falið að koma tilbaka með samning sem síðan farið til þjóðaratkvæðagreiðslu og þá bindandi að sjálfsögðu ekki þannig eins og núverandi til að gera ráð fyrir sem að við kannski komum betur að því á hérna eftir en aðalatrið er að það eru veigamikil rök fyrir þessu og að því hvernig ríkisstjórnin er samsett og líka hitt reyndar sem að svona bætist ofan á ég held að það væri nú ekkert óeðlilegt til það að þjóðin fengi að segja sína skoðun að þessu máli núna þegar við erum að fara í gegnum þessa ICER-samninga að það væri ekkert rangt við það að menn getur nú fengið að segja sína skoðun á því líka sko hvort þeir vilji fara að sækja aðild að Nei, bara sko núna mörgum finnst náttúrulega að ESB hafa komið mjög harkalega fram við Íslendinga í þessu máli og það er alveg rök fyrir því og það kann að vera að mörgum Íslendingum finnist það svolítið sérkennilegt að við séum núna í kapphlaupi við klukkuna
það að koma frá okkur ESB umsókn. Þetta bara þannig ég fá ítrekka. Ég hef verið þeirra skoðunar að það þurfi að koma til þess að við sækjum aðild ESB. Það er vegna þess að það út af myntmálunum og það að því að við verðum að leiða þessa deilu jörð. Og til dæmis ef það gerir sem ég lýsti hérna áðan, að þeir bara ákveði, Steingrímur til dæmis, beiti sínum áhrifum til þeir segja bara, við hættu núna samningagerðinni, þá er það aldrei þjóðin sem segir sitt síðasta orð í málum. Þetta nú löng og skrítin ræða og það að gefnu tilefni. Nei, þessa umræðu verðum við að taka vegna þess að þegar við Illugi vorum saman í ríkisstjórn hér í nóvember, þá lagði Illugi til, þrátt fyrir andstöðu Sjálfstæðisflokksins sem var að mörguleiti í sömu sporum og VG núna, að það yrði farið beint í aðildarviðræður við Evrópusambandið vegna hinnar erfiðu stöðu í efnahagsmálum og það þyrfti enga þjóðaratkvæðagreiðslu á undan. Og það er auðvitað mjög skrítið að koma síðan rúmlega hálfu ári eftir og telja þá sé ekki knýjandi nauðsyn á hinu sama. Og að þessar röksemdir tekið svona upp, sko, að það er akkurat munurinn á þessari ríkisstjórn sem er núna og þeirri sem var þá. Þar var í samfærum að menn getur náð sér mitt saman þetta. En það að fara af stað, Helgi, í þennan leiðangur, með ríkisstjórn sem jafn klofin eins og ykkar, það sem að fjármálaráðherrann hefur lýst í yfir, að ef á honum og öðrum í ríkisstjórnin lýst svo á að það er næstu ykkar ríkisstjórn var nú ekki það á einu máli. Menn sáu það einmitt bara núna í landsfundar yfirlýsingu Sjálfstæðisflokksins, það kemur alveg fram svo hugsun að til þess að þjóðin geti tekið afstöðu þessum mál þá þarf að sækja og margir af forystumönnum flokksins Sjálfstæðisflokksins hafa sagt þetta mjög skýrt. Það er bara þessi vandi sem er komin upp og menn verða auðvitað áður en leggja staði svona vegferð að undirbúa sig betur og þessi undirbúningur, hann næst ekki frá ríkisstjórn sem er jafn klofin í málinu eins og þessi. Þú sagðir að það þyrfti að sætta þjóðina einhvern veginn og búa til skýrt ferli í þessu. Þér hugnast eins og ekki þessi tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðsla. Hvers vegna ekki? Ég held að, mér finnst þetta í raun og veru, ég er svona 30% á mótinni, 70% er ég með bara beinum viðræðum. Ég sé alveg þessi rök. En hins vegar, ég held að við verðum bara að treysta á samninganefnd. En svo náttúrulega kemur það líka, við höfum ekkert sérstaklega góða reynslu af samninganefndum nú á þessum tímum. Við sendum eitthvað fólk hana sem ég mæsum og það stóð sér ekkert sérstaklega vel. Þannig að þetta hangir allt svolítið á sömu spýtunni. En persónulega, og ég var á því fyrir kosningar að við ættum bara að sækjum, sjá hvað kemur upp úr kassanum og kjósum það. En svo finnst mér líka eins og, hvað ætlum við að leggja? Af hverju viljum við fara inn í ESB? Erum við bara að fara til þess að vera þiggjendur af því að núna erum við á hnjánum og erum svo bátt og þurfum aðstoð? Eða ætlum við að hafa eitthvað fram að færa? Þetta finnst mér grundvallarspurning og það er enginn að svara henni. Það er ekkert verið að ræða þetta. Það er bara að vera, og með evruna, við erum með ónýtan gjaldmiðil, við getum bara hent honum, en það tekur allt of langan tíma að taka upp evru. Við verðum að gera eitthvað annað í millitíðinni. Við höfum ekkert mörg ár, við getum ekki notað þessa krónu lengur. En að því við erum að tala um þessa tvöfaldu þjóðaratkvæðagreiðslu, þá verð ég að spyrja það vegna þess að hún Birgitta Jónsdóttir, hún hefur talað fyrir þeirri leið og það hafa margir verið að gagnrýna hana fyrir það vegna þess að hún sé að tala þarna þvert á það sem þið voruð að segja fyrir kosningarna. Já, þau nýmæli gerðist í íslenskum stjórnmálum að stjórnmálamaður íslenskur, Birgitta Jónsdóttir, hún sat í utanríkismálanefnd og hlustaði á umræður um ESB í 6 vikur og skipti skoðun. Hún sem sagt tók við þessari fræðslu og öllum þessum upplýsingum og myndaði sér aðra skoðun. Þetta virðist ekki hafa gerst áður í íslenskum stjórnmálum og en þetta er hennar mat núna, persónulega mat. Það er ekkert í stefnu borgarahreyfingarinnar ESB. Vegna þess einfaldlega að hún var sett fram á miklum hlaupum. Það var nú þannig í einhverjum bæklingum sem þið voruð að dreifa, þá voru við vorum nú að fara yfir þetta hérna fyrir kosningasjónvarpið okkar. Þar fundum við annarkvort að heimasíðunni ykkar eða þá í bækling það. Það gæti verið á heimasíðunni vegna þess að þar kom inn blogg frá ýmsum sem voru í framboði, sem voru að setja fram sína persónulegu skoðun. Og við öll sem vorum í fyrsta og öðru sæti og vorum svona talsmenn hreyfingarinnar og kosningastjórinn okkar líka, við vorum öll á því að við ættum bara að sækja 75% af þingmönnum borgarhreyfingarinnar enn á því. Og einn er ekki viss. Framsókn, hafði þessa skoðun, hefur hann ekki lengur? Hvers vegna? Já, því við erum að tala hérna hver hafði hvaða skoðun og menn breytum skoðuna. Að þá er það nú þannig að ég man að á sínu tíma að þá fór Framsóknarflokkurinn fram í kosningum undir kjörorðinu XB ekki EB. Síðan hafa nú liðið mörg ár og við höfum verið kannski sá flokkur sem hefur undirbúið mest þessa umræðu. Gefið út fjöldan allan af skýrslum og skoða þetta mjög náið og semst ályktum á síðasta flokksþingi að fara í aðildarviðræður með ákveðin sjónarmið og skilyrði að leiðarljósi.
En við vorum á þeirri skoðun í maí, í fyrra, 3. maí 2008, þá samþykktum við á miðstjórnarfundi að það ætti að fara í tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ég er ekki sammála því sem Helgi Hjörvar segir hérna að þetta sé þjóðaratkvæðagreiðsla þjóðaratkvæðagreiðslu. Svo fyrri væri þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort fari væri í aðildarviðræður og það er ákveðið skref sem við erum að taka þetta með því að fara í aðildarviðræður. Þannig að það er alveg hægt að fara rök fyrir því að spyrja þjóðun það. Reyndar til ég að það sé óþarfi að fara í það skref og Framsóknarflokkurinn ályktaði ekki þannig núna á seinni stigum. Þetta gerðum við á miðstjórnarfundi 3. maí, síðan höldum við annan miðstjórnarfund 15. nóvember og sá miðstjórnarfundur, hann biður flýtingu á flokksþingi til að geta tekið afstöðu til ESB og segir á þeim fundi að það að leggja til við flokksþingið sem verður haldið snemma árið 2009 að þá leggja þar til aðildarviðræður við ESB og það er sérst útfæra það. Það er síðan gert á flokksþinginu og niðurstaðan var að biðja sérst stefnan væri sú að fara í aðildarviðræður með þessi skilyrði og samningsmarkmið að leiðarljósi. Þannig að það var horfið frá þeirri stefnu að biðja tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu. Hins vegar eru þau sjónarmið uppi núna hjá hluta af okkar þingmönnum að það sé eðlilegt vegna þess að þeir túlka og það mismunandi túlkun hjá okkur á niðurstöðu meirihluta utanríkisnefndar. Sumir telja að það sé ekki komið nægilega mikið til móts við skilyrðin sem Framsóknarflokkurinn setti. Aðrir þingmenn telja að það sé komið nægilega til móts við þau. Þau endurspeglist þar, ég er í þeim hópi og Guðmundur Steingrímsson reynda líka. Aðrir segja að það er ekki komið nóg mikið til móts við okkur hér og þá er nú betra að samþykkja tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig ég á alveg vona á því að einhverjir okkar þingmanna muni gera það eins og hér hefur upplýst hjá Ásmundi líka. Þannig að það verður partur af VG og partur af Framsókn sem að greiðir atkvæði með tillögu sjálfstæðismönnum þetta tvöfalda þjóðaratkvæði. Það geti vel farið svo. Já. En hvað þú sagðir áðan, þú ert harður andstæðingur þessa gangi í ESB. Er það ekki einmitt málið að menn sem hafa þá skoðun þeir hoppa svolítið á þessa tvöfaldu þjóðaratkvæðagreiðslu nákvæmlega til þess að tefja og búa til eina víggirðingu í viðbót til þess að koma í veg fyrir að þjóðin geti greitt atkvæði bara aðildarsamning hreinlega. Ef ég má aðeins koma inn á, áður en svara þessu, ef ég má aðeins koma inn á það sem mér fundist svolítið merkilegt í þessari umræðu þegar verið að tala að fara í aðildarviðræður. Því að við erum í rauninni að setja inn formlega umsókn aðild að Evrópusambandinu. Þetta er ekki saklausar viðræður, þetta er ekki könnunarviðræður eitthvað þvíumlíkt. Við erum að setja inn umsókn aðild að Evrópusambandinu og þá fer í gang langt ferli sem snýst meðal annars það að greina löggjöf á Íslandi og hvernig þurfa að breyta henni. Og við þetta gríðarlegu kostnaður og varðandi þessa tvöföldu þjóðaratkvæðagreiðslu, ég hef verið mótfallinn því að fara í þessa vegferð. Alveg frá fyrsta degi fyrir kosningar meðan að verið að mynda þessa ríkisstjórn eftir að hún var mynduð. En ég hef hins vegar sagt og ég gerir mér grein fyrir því þetta eru skiptar skoðanir. Og þetta eru skiptar skoðanir í öllum flokkum held ég, nema hjá Samfylkingunni. Og heppilegast í mínum huga, þá lýsi ég bara minni persónulegu skoðun, heppilegast í því efni er að fara í tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort sótt verðum aðild að Evrópusambandinu. Því við mögum heldur ekki gleyma því að það hefur enginn sótt aðild að Evrópusambandinu nema hann vilji ganga þar inn. Og það er vel hægt fyrir minni upphæð heldur en 1 til 2000 milljarða því að margir vilja meina að 1 milljarð afsakaðu 1 til 2000 milljónir. Það er vel hægt fyrir minni upphæð heldur en það að kanna með góðu móti hvað Evrópusambandi býður upp á, spyrja síðan þjóðina því hvort hún vilji sækja aðild að þessum samtökum. Og ég vil bara benda á nýlega skoðanakönnun sem sýndi fram á að 76% þjóðarinnar, hún vill þessa tvöföldu þjóðaratkvæðagreiðslu. Nýlega skoðanakönnun sem Capacent setti fram, hún vill tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu, 76% þjóðarinnar vill tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort sótt verðum aðild að Evrópusambandinu. Mér finnst svolítið villandi þegar verið að tala að fara í aðildarviðræður. Mér finnst bara mergum málsins að vera þessi. Ríkisstjórnin er alveg klofin. Það er öðrum megin flokkur sem vill ekki fara inn og hinum megin flokkur sem vill fara inn. Þetta eru gamaldags stjórnmál. Nei, þetta er bara gamaldags ríkisstjórn þá sko. En það er bara við sitjum uppi með hann og þetta er staðreyndin. Þetta er svona og þess vegna er miklu betra að segja, gott og vel, úr því að þetta er svona, úr því að annar flokkurinn vill ekki og hinn vill. Þá skulum við búa til alvöru umboð, leyfa þjóðinu koma málinu og segja við stjórnmálamenn sem fara á stað, þið klárið ferlið, komið tilbaka með samning
það sé ekki möguleiki að hætta bara í miðjum klíðum og svo framvegis, koma tilbaka og leyfa þjóðinni að ákveða sig. Þetta náttúrulega einfallega rangt í stjórnarsamstarf Vinstri grænna og Samfylkingar ákaflega sterkt. Menn eru búin að fara saman í gegnum hvert erfiða málið á fætur öðru, gríðarlega erfiða mál, og við erum búin að finna þessu máli, þessu í raun og veru utanríkismáli sem oft hefur klofið vinstrimenn því miður. Við höfum komið í þennan farveg og þetta eru lýðræðisflokkar, ólíkt sjálfstæðisflokknum, bæði VG og Samfylkingin, og við einfaldlega setjum það í þennan farveg og við treystum þjóðinni fyrir niðurstöðu. Já, segðu okkur núna af hverju atkvæðagreiðslan getur ekki verið bindandi? Vegna þess að við reyndum að gera breytingar á stjórnarskránni fyrir síðustu kosningar, en eins og með þekkja þá kom sjálfstæðisflokkurinn með málþófi í veg fyrir að það tækist. Þannig að fyrst verður þá ef við ljúkum samningi inn á þessu kjörtímabili aðildarviðræður, þá teljum við mikilvægt að samningurinn sjálfur fari í þjóðaratkvæðagreiðslu. Sem þá ráðgefandi? Hún þá, já, leiðbeinandi. Ég gerir ráð fyrir því að okkar stjórnmálaflokkur, og ég gerir ráð fyrir því að allir flokkar á Alþingi sem eru lýðræðisflokkar, þeir lýsi því yfir að þó hún sé ekki formlega bindandi, þá skuldbindi flokkarnir sig til þess að styðja það að niðurstaða þeirra verði leidd í lög. En þingmennirnir eiga að greiða atkvæði samkvæmt sinni eigin sannfæringu. Já, en sannfæring sannfæringin breytist valla þegar að kemur fram einhver atkvæðagreiðsla sem ekki bindandi, það? Sannfæring þingmanna í lýðræðisríki nú yfirleitt svo að meiri hluta kosning í atkvæðagreiðslu, hún sé eitthvað sem að sé bindandi. Og ég held að það sé út af fyrir sig yfirlýsingi sem allir geta gefið. Síðan á í framhaldinu eftir að fara í breytingar á stjórnarskrá, í framsal á fullveldi og annað slíkt, og það út af fyrir sig ekkert sem að útilokar að eftir þær kosningar væri slíkt framsal, þyrfti það aftur að fara í atkvæðagreiðslu. Það bara eitthvað sem með þurfa að taka afstöðu til þegar það kemur. Margrét, hvað segir þú þetta? Bindandi eða ráðgefandi eða leiðbeinandi eða hvað munum við kalla það? Við í Borgarhreyfingunni, við hefum lagt fram eitt frumvarp og það var einmitt þjóðaratkvæðagreiðslur, og það kom bara, eða við vissum það svo sem fyrir, að það meðan við erum með þessa stjórnarskrá óbreytta, þá getum við ekki farið í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur, það verði alltaf ráðgefandi og ekkert svo sem við gátum gert í því. Hins vegar lögðum við fram frumvarp sem að gæti, sem sagt, þyrfti ekki að breyta þótt að eftir að stjórnarskránni væri breytt, þannig að það gæti virkað áfram. En hvort maður treysti þinginu þegar maður kynnast þessu fólki að minni, til að... það ekki endilega víst? Jú, ætlum við yrðum ekki að gera það, en það samt ekki 100% að segja það að þingmenn myndu fara eftir því. Nei, það þannig. Eftir vilja þjóðarinnar, það bara þannig. Ég get ekki ábyrgst það, ég veit hvað ég myndi gera, ég get ekki ábyrgst hvað aðrir gera. Nei. Hvað segir þú í þessu með... Það farið sérstaklega yfir þetta mál í niðurstöðu meirihluta utanríkisnefndar, þar sem að megin hagsmunamál okkar eru skilgreind, í þeim pakka þá ákveðin umfjöllur þessar þjóðaratkvæðagreiðslur, hvernig þær geti farið fram, og þetta var skoðað sérstaklega í utanríkisnefndinni. Ég reyndi að sitja ekki í henni, en Helgi Hjörvar situr í henni og getur kannski lýst þessu betur. Og fyrir mér, með það sem ég hef skoðað, það reynda líka grein í Morgunblaðinu í morgun eftir formann utanríkisnefndar einmitt þetta mál. Að fyrir mér nægir algjörlega að fara í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Hann talar reyndar síðan að síðan verði önnur bindandi þar og eftir, það útiloki ekki. Nei, einmitt. En við förum í samningaviðræður, það kemur niðurstaða. Mér finnst eðlilegt að í framhaldi af því að niðurstaða er fengin, að þá þið farið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Auðvitað verður mikil umræða í kringu það allt saman til að upplýsa þjóðunum niðurstöðuna, og þá verður þjóðaratkvæðagreiðsla, hún þá ráðgefandi, en hún auðvitað pólitískt bindandi. Ég sé ekki alveg fyrir mér að við förum í þjóðaratkvæðagreiðslu með öllum þeim lúðrablæstri og því sem tilgir, og svo ætli þingi bara hundsa niðurstöðuna. Ég sé það bara ekki fyrir mér. Þannig að mér finnst eðlilegt að þetta sé bara komið í eðlu framhaldi af hvort öðru. Og síðan þarf við að breyta stjórnarskráni ekki bara út af hugsanlegu valdaframsali, heldur út af svo mörgum öðrum atriðum. Þannig að fyrir mér það fullnægjandi alveg að fara í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu, og ef að það ekki gert, heldur farin sú leið að fara fyrst í að breyta stjórnarskráni, að þá farið rök fyrir því í nefndarálitinu að þá þarf þingið
að samþykkja aðildarsamning við Evrópusambandið með þeim fyrirvara að þjóðin samþykki það síðar í bindandi atkvæðagreiðslu. Þannig að það má segja það svona fráleitt. Það má segja að þá þingið búið semst að leggja einhvers konar innan gæsalappa blessun á niðurstöðuna áður en þjóðin sagði eitthvað. Mér finnst eiginlega eðlilegra að það kemur niðurstaða og svo segir þjóðin sitt. Illugi, hvað segir þú við þessu? Menna, þetta ekki rök? Þetta þetta einhver rök. Ég finnst bara ekki sérstaklega góð. Ég tel að þetta eigi að vera þannig að það sé bara þannig hnútana bundið að það sé örugt mál að þjóðin eigi síðasta orðið í þessu máli. Og ég hef verið að benda á það í ræðum á þinginu og sagt, hvernig fer þetta nú til dæmis ef að kosningi verður mjög tæp. Það verður 50,1% sem segir nei og 49,9% sem segir já. Svo eru þingmenn bundið sinni samvisku. Það bara komið fram hjá Ásmundi til dæmis í fyrirspurn sem hann hefur spurð hvort hann myndi lúta einhverju þjóðaratkvæðagreiðslu sem gengi gegn hans samvisku. Hann hefur sagt nei og það er sama með mig, við erum bara bundin stjórnarskránni. En segjum að það verður svona rosalega lítið munur. Örlítið fleiri segja nei, heldur en já. Þingið getur þá, samkvæmt þessari leið sem lagt er upp með, sagt já, við bara teljum að þetta sé bara svo lítið munur, við á samkvæmt okkar samvisku segjum að það eigi að halda áfram, þetta sé góður samningur, og við bara höldum áfram. Og það getur gerst með þeirri leið sem er verið að leggja upp með hérna. Þess vegna höfum við sagt. Heldur myndi ykkur í þingmenn leggja í það að fara gegn þessu? Ásmundur var bara spurður akkurat að því í þinginu daginn og svaraði því bara nákvæmlega. Við bara spurt hann það nákvæmlega hérna aftur og eftir. Ég reikna með að hann segi sama hér eins og hann sagði í þinginu. Og ef þú spyr mig, þá tel ég mig vera bundið samkvæmt stjórnarskránni bara af samvisku minni í þessu máli, sannfæringu og samvisku, hvaða afstöðu ég tek til málsins að lokum. Þannig að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu, hún myndi ekki hnika neinu til fyrir... Enn og aftur, hugsaði bara þessa stöðu sem ég er að lýsa hérna, sem getur svo auðveldlega að koma upp að þetta verður mikið deilumál og það getur bara orðið mjög mjótt á mununum og menn geta lesið alls konar hluti úr þessari niðurstöðu og sagt að lokum það bara við þingmennir þá, úr því að þetta er bara ráðgefandi og hún gefur okkur ráð en hún getur ekki bundið okkur og við berum skyldu til samkvæmt stjórnarskránni að síðan að kjósa bara eins og við teljum vera rétt. Og þetta er að segja sem dæmi stöðu sem getur komið upp og þess vegna er miklu betra að fara þá leið sem við höfum lagt upp með og sagt þegar að samningurinn kemur og ef hann kemur þá verði gerðar breytingarnar á stjórnarskránni bæði hvað varðar framsalið á fullveldinu og hins vegar líka til að heimila mögulega þjóðaratkvæðagreiðslu sem er bindandi og síðan fari málið til þjóðarinnar eftir kosningar, eftir að búa að breyta stjórnarskránni og það verði þjóðin en ekki þingið sem eigi síðasta orðið. Það er lykilatriði, því hafði verið lofað af öllum að það verið þjóðin sem myndi ákveða þetta og það verður ekki þannig nema það fari fram bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla málið. Já, ég ætla að leyfa þér að lýsa þinni skoðun hérna á þessu, við erum búin að fara hringinn hérna með þetta, hvað? Sko, mín skoðun í þessu málum er mjög einföld og ég tek undir þegar rætt hefur verið hér stjórnarskrána, það er eingöngu hver þingmaður bundinn sinni sannfæringu og í svona stóru málum eins og Evrópusambandsaðild, þá verður hver og einn þingmaður að fylgja sinni sannfæringu nákvæmlega eins og hún er. Og ef að þú ætlar að fara þá leið að binda þingmenn einhverju öðru heldur en sinni samfæringu í svona stóru máli að þá verður einfaldlega að fara bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu leið. En það kann vel að vera meiri hluti þingmanna muni fylgja ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu en ég get ekki gert það minna samfæringu vegna. Þú myndir ekki gera það? Ég myndi ekki gera það. Þótt afstæðan væri skýr þvert á þína samfæringu. Mín skoðun er svo að Ísland eigi ekki að ganga inn í Evrópusambandið og ég myndi minnar afstöðu og skoðunar í þeim efni ekki geta stutta. Ef ég væri spurður að því í þinginu, ég tek þetta mjög alvarlega, þetta starf í þinginu og þá samfæringu svo bundina þar og ég myndi ekki geta ítt á já. Helgi, nú ertu komið með 2 dæmi akkurat það sem að fellir þetta. En ég lýsi bara minni persónulegu skoðun. Já, ég hef satt að segja mér ekki áhyggjur af því en það værum við ekki að leggja upp í þennan leiðangur með þessum hætti ef svo væri. Við fórum náttúrulega mjög ítarlega í gegnum þessa umræðu í utanríkismálanefndinni og sú staða að hér verði efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu með meiri hluta niðurstöðu hjá kjósendum það annarkvort að hafna eða það að samþykkja að ganga inn sem að þingið myndi síðan fara gegn. Hún er í svona okkar ríku lýðræðishefð, hún er auðvitað tæknilega möguleg og það er hægt að ímynda sér hana þó fyrst og fremst fræðilega. Það er auðvitað ekki hægt að útiloka það en allar líkur eru auðvitað á því
að flokkarnir í öllum meginatriðum bara staðfesti niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og auðvitað munu í kosningunum og eftir flokkarnir verða inntir eftir því hvort að þeir munu ekki fylgja vilja þjóðarinnar sem er framkomin og þó að það geti verið dæmi með einstaka þingmenn sem að myndu engu að síður ganga gegn þjóðarvilja eftir slíka atkvæðagreiðslu, þá held ég að það sé mjög erfitt að sjá fyrir sér að það verði meirihluti þingmanna og ég tel að stjórnarflokkarnir til að mynda, ef að þeir væru að efna til slíkrar atkvæðagreiðslu, þá hlytu menn að kalla eftir því hvort að þeir teldu sig bundna af niðurstöðun og þeir sem efna til En ég vil hefða kannski benda á og það kannski heppilegast að fyrst tökum við þessa umræðu sem tengist þessari tillögu sjálfum því að það kann nú vel að vera að þær verði felldar áður en að kemur á þessum degi. Það sem kosið verður aðildarsamning aðildarsamning í þinginu. Það er nú mikið vatn að renna til sjávar en það verður. Við skulum sjá hvernig það fer. Hérna, stuttan tíma eftir, mér langar bara örstutt. Hver eiga að vera helstu markmið ef við förum í þessar viðræður? Hver eiga að vera helstu markmið þar? Nokkar. Mér veist að þetta bara borð til að sitja við, bara eins og þetta borð. Og mér finnst mikilvægt að við höfum eitthvað í farteskinu til að bjóða líka. Við komum ekki bara þannig inn til að fá evróið og hrifsta til okkur það sem að hendar okkur. Hvað getum við boðið? Hvað getum við boðið? Við getum boðið þekking og ýmsum sviðum, ekki satt? Hvað dettur okkur fleiri í hug? Þessar spurningu hefur ekki verið varpað fram í þinginu og ekki nefndinni, ekki utanríkismálanefnd, ekki mér vitanlega og það er enginn að tala um þetta. Mér finnst þetta grundvallarspurning. Sigur örstutt. Já, við höfum auðvitað að reyna að ná fram þeim hagsmunum sem eru sett fram af þinginu í því umboði sem að veita á. Og það er búið að koma umboðinu mjög skýrt fyrir. Það þarf að ná ákveðnum atriðum fram, það má ekki kvika frá þeim. Nema að tala þá fyrst í þingi, þá þarf alveg að fara í gegnum það og færa ykkur rök fyrir því og þingi þarf að skoða það. Þannig að við höfum bara að fara eftir þeim leiðarvísi, að við höfum kallað þetta vegvísi, fara eftir þeim vegvísi sem að þingið hugsanlega mun veita, ef að meiri hluti fyrir því í þinginu núna, greiða atkvæði með aðildarumsókninni, að þá er að ná þeim atriðum fram. Og þau sem eru vega þingst þar eru sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn. Ef ég á nefna eitthvað tvennt, þá er þessi tvö atriði sem þurfa að vera á hreinu í samningnum og ef að þau nást ekki fram, ef að þar fyrir eitthvað úrskeiðis, að þá á ég ekki dóna því að við samþykjum aðild að lokum, en ef að það næst fram að þá til að líkurnar aukist verulega á því. Já, ég get tekið undir það. Ég held að það sé auðvitað fyrst og fremst hagsmunir okkar í sjávarútvegi. Þar er stóru mikilvægi hagsmunir og þar held ég að hjarta okkar Íslendinga slái nú allra mjög svipað. Það er bara hluti af okkar sjálfsmynd, það er þessi mikilvæga auðlind og ég sé það ekki fyrir mér að við séum tilbúin til þess að gangast undir samning sem að færi frá okkur yfirráðin yfir þessari mikilvægu auðlind sem tók okkur svo mikið erfið og mikinn tíma að ná tökum á og þannig að ég held að það sé stóratriði. Svo er þetta landbúnaður eins og Sif segir og það eru þetta svona ýmis samningsmarkmið sem að skipta máli en þessi tvö eru sennilega mikilvægt. Já, Ásmundur. Ég vil bara taka undir með þegar það hafa nefnt hérna landbúnaðinn og sjávarútveginn að það er náttúrulega, við hljótum að gera kröfu til þess að íslenska þjóðin fá að stýra þessu áfram með sínum hætti. Ég vil líka nefna möguleikann á því að hefta hér innflutning á hráu kjötu og öðru þvíum líka eins og er í dag. Það er annað sem við svolítið hafa gleymt í þessar umræðu sem að er einfaldlega sem sagt þetta fullveldi Íslands og möguleikar Íslands til þess að tjá sig út á við. Ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að margt af þessu er komið inn í þetta nefndarálit og ég lít nú svo á að menn eru með ansi stórar hugmyndir það hversu mikið Evrópusambandi gefur eftir í þessum efnum og ég hef ekki trú á því þessi markmið náist út úr þessu samningaviðræðum. Helgi örstutt vegna tíminn er búinn. Það er auðvitað út af forræðið yfir sjávarauðlindunum að gefa inn í Evrópumyndina sem að við erum með og við þurfum að styðjast við núna á næstu árum sem er krónan vegna þess að við verðum að laga skuldbindingum sem við höfum verið að taka á okkur. Takk kærlega fyrir komuna í Kastljós. Takk. Sömuleiðis. Þá var Kastljósi lokið í lenginu og öðrum tíðindum í samfélaginu. Við þökkum fyrir okkur í kvöld. Verið sæl.